Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við þökkum þér kærlega fyrir það. Þetta er Steindi Junior sem talar með sinni þægilegu, þykku útvarpsrödd. Seiðandi, rólegist röddin. Egill Einarsson og Auðun Blöndal. Auðun, yfir til þín. Já, við ætlum að ræða núna hérna. Við sem sagt vorum að reyna að finna nýja dagskvöldi í gær, fórum á tapas að borða og höfðum að kosi. Já, það passar. Og já, eitt af því að þið fenguð að taka yfir að skrá mig inn á Tinder sem að var ágætis hugmynd eftir time og ég mátti ekki skoða það í 3 klukkutíma en breytti svo í, sko, eftir ég sá spjallið og það er einn stelpa sem ég er bara búin að senda á að ég varð að láta vita að þetta væri ekki það var ekkert aðeins spjalli. Þetta er að versta sem ég sé. Ég skil ekki þetta væli í þér. Við erum búin að koma þér, við erum alltaf að gera það greiða. Við erum alltaf að reyna að vera góðir. Þú ert komin á þetta frábæra app. Þú ert komin á Tinder, mættur á Tinder. Við fengum að stjórna þessu í 3 klukkutíma og býtu. En er ekkert skrítið að vera 35 á er eitthvað að því að vera einhleipur á einhverju forriti sem gerir þig kleift til að hitta í kynið? Alls ekki. Ástina hana. Og líka sko ég er má ég sjá bókanir fyrir það? Nei. Bókanir, hvað meinar þú? Við vorum með í 3 klukkutíma og ég held hvað töldu við? Við fengum held ég örugglega 20 mats Já sko við lentum aldrei í því að við hittum á hjarta einhverja þá var ekki búið að var ekki að match. Já, þú varst með 100% rekord. En þá er það einhver sem er í grendina þá voru búin að haka blöðaran er klár í the cash. Beint í the cash. Í the cash, og ég bara sko, hérna opnaði þetta og ég ætla bara að leyfa hlustundum og sérstaklega líka Þú ert ekki að lesa þetta? Ég ætla ekki að koma nála þessu ég ætla að vona að stelpa sér að hlusta ég er alltaf búin að senda henni að þetta ég held að hlustundur eru sammála með það er ekkert að spjalli Þetta er ógeðslegt og líka það sem að þú tókst Steindi fannst mér viðbjóður það var verða sem Egill setti Við erum basically samt með við opnum bara með öllukallinu Fara aðeins yfir þetta, við opnum þetta svona Já, við opnum með öllukallinu bara Þú sagðir ekki orð Nákvæmlega, hver opnar með öllukallinu? Ekki vann með þetta emoji-kallana Það er eitt besti kallin Já, en bara opna með að setja tungun út Já, bara hann Hræðilegt Nei, það er mér svo flott opnum Það var ekki að vesti í þessu En Egill tók þessa opnum alveg einn á sér Já, það var ógeðslegt Og Halla segir hæ Má ekki alveg segja hvað heitir það? Jú Halla Sagði hæ Já Og þú sagðir Kóngurinn er að fá sér í kvöld Hvað er verið að gera? Bara þetta Mér fannst þetta mjög góð pæling að byrja strax Ég tala svona, kóngurinn er að fá sér Setja bara strax Það er ekki ekta ég Nei, ekki bara, the king is in town King is in town Strax viðbjöður Alls ekki, en hún svarar strax Kóngurinn er að fá sér í kvöld Það er náttúrulega bara eðlilegt að segja það við stelpu Hún hendi strax í svar Það verður aldrei eftir mattsað nema þetta Sko, hún segir Á kaffihúsi með 2 vinkonum bara Og þá segir þú Ég var að skoða þetta, ég sá þetta þegar ég kom heim í gær þegar ég loksins fattaði hvernig ég fyrir inn á þetta Þá segir þú, ok, ertu downtown Jackpot sem er ógeðslegt aftur Þarna hittu við basically, nei þarna erum við að tala bara herru, ok, þú ert nýri bæ, ég er nýri bæ Jackpot, hver nota það? Þeir segir, ertu downtown Jackpot Þú varst bara basically að segja þannig að þú varst að detti í lukkupottin Ég er líka nýri bæ Við erum bæði nýri bæ Ég er ekki hissa að vera unnið douchebag-keppnina Ef þú tala svona við stelpur Það er ekkert að þessu Ég hef ekki talað við stelpur bara í 10 ára Í gegnum Tinder-reikning sem að ég skráði Já, ég er bara að spreita með það sko Og Egill er svona Ég er bara svona hans hægri höndi Ég byrjar að svitna núna bara að tala það Samt var þetta í gæð sko Og hún segir Halla, ég vona að setja að hlusta Já, segir, hvað meinaru? Spurningamerki, jackpot, spurningamerki Svo fatt ekki alveg hvað Já, sem er bræðilegt Hvernig áttu hún að fatta það? Og þá svarar þú, sem mjög basic svar sem er Cash er í bænum, it's your lucky day Ég veit ekki hvað það segir ógeðslegast En þarna hendur bara basically, þú skilur þetta leið Heldur þið bara hún myndi fatta það? Ég myndi kalla mig Cash En það hún spurði líka bara Cash Hvað er það rugg? Ég held að vissu allir á landur Hún segir, Cash hvað? Nákvæmlega Bara you lucky day Cash er í bænum Þú varst líka með jackpot og cash Þetta er svo vond maður Ég held sko, misskilningur þarna var Ég held að hún hafi haldið að þú ætlaði að gefa sér pening Mér fannst þetta Einhvern veginn vegna varst að bjóða henni pening Ég veit ekki hvað var sem að hérna til að samþyggja þetta í gær að gera þetta En hefur þið heyrt aftur í henni? Já, bara þegar ég var að biðast afsökunar hún skrifa líka, þetta serðu þetta næst haha, grunaði það nú Hún var að byrja að fatta þetta í lokin annars bara hún haldi ég að vera rugglaður Hún segir, cash hvað og síðan spurningamarki í bænum spurningamarki og hún fattaði þetta ekki, þá segir þú Jep, cash er í bænum en á leiðinni upp í my mansion á Arnarnesinu
Herru, hættum að lesa úr þessu ógeði. Mér veist mjög skrítið að hún hafi ekki samt bara stokkið beint á partilestina. Nei, bara, ég hissa hún að ekki bara hent símanni sín. Þetta mjög gott spjall. En hún fattaði lokið. En síðan málega en þú ert allavega sko ekki sæna þarna út því að þetta getur verið, sko, við erum ekki með reikningið núna, þú verður bara með hann og ég sé og gefur þessu sjens, verður keepin open mind hana. Það er enda lúms gaman að flettið við mig í viðurkenna það, svona fletta myndum. En sko, það sem þú þarft náttúrulega fyrst og fremst að læra er á emoji kallana. Eins og að opna á tungukraga. Egil þykist verið eitthvað sér, taktum í emoji kennslu næsta fyrsta. Já. Jóhannsson er komið, við skulum fá hann í spjall.